Sara segir þeir, já, má segja, loksins komnar til hérna Stuttgart. Já, það var lengra ferðalag heldur en við bjuggumst við, en við erum komnar og bara mjög gott að vera komin til Þýskalands. Það dognaði hressilega úr þessari stuttu ferð frá Luxemburg sem tvöfaldast í tíma. Já, eiginlega, allir segja 3 tímar í rútu, þetta endaði 6, en bara maður náði að vinna hans í rútunni og horfa á nokkur þætti og þetta var allt í lagi. En þetta er fyrsta stórmóti sem þú ferð á og svona stígur aðeins út úr skugganum núna? Já, ég er búin að vera alltaf til taks á öllum hinum mótunum og bara gaman að fá loksins að vera með og fá að vera í hlutverki og bara mjög spennt fyrir þessu hlutverki. Og þetta er svona, já eins og þú ert náttúrulega búin að þú hefur verið í landsliðinu alltaf svona af og til, þannig að það alltaf vandað aðeins upp á? Já, ég er bara mjög góð samkeppni sem ég er að keppast við og Elín og Hafdís eru náttúrulega frábærar, þannig að ég bara er alltaf hér og vill stríða þeim til að reyna að koma mér inn í hópinn, en það er bara mjög gaman að fá hlutverki núna. Og svona alþjóðlega reynslaðin hefur líka aðeins verið að aukast síðustu árum með félagsliðum og landsliðinu? Já, algjörlega. Ég hef náttúrulega tekið nokkra landsleiki og síðan einmitt Evrópukeppni með félagsliðunum gefur mér mikið og bara mjög gott að vera nýkomin úr Evrópukeppni með Haukunum núna. Þannig að maður fekk aðeins uppbytun fyrir alþjóðaboltanum, þannig að ég er bara mjög spennt fyrir þessu. Og náttúrulega nokkri leikir hjá okkur í fyrra í Haukum? Já, þetta var bara fórum í 8 lið, ef ég mann rétt, eitthvað svoleiðis, þannig að já. Þannig og svo náttúrulega verður hér með gömlum samherja á bakvaktinni? Já, mjög gaman að fá að hitta þær aftur og vera aftur í hópnum og maður saknaði þær alveg og þetta er bara mjög gaman að fá að vera með þeim hérna. Og hérna Hafdís, gamli samherjiðin úr Val? Heldur betur, þannig að við erum rúmís hérna og bara mjög gaman, spennt fyrir þessu. Þannig að þetta er bara svona, fyrst og fremst, bara spennandi að fara að byrja þetta? Já, þetta verður krefjandi byrjun, við vitum það alveg, en erum mjög spenntar að byrja og þetta verður bara ótrúlega gaman og við ætlum svolítið að halda það, bara hafa gaman að þessu, láta finna fyrir okkur og já, bara koma fullum kraft inn í þetta. Það má búast í mikilli stemningu hérna í fyrsta leiknum móti Þjóðverjunum? Já, heldur betur fyrsti leikur Þjóðverja og hérna í Þýskalandi, en þetta verður fullt hús og þetta verður algjör stemming og þetta verður bara fáralega gaman. Og svo þessi 2 næstu verkefni og ekki fyrir svona fókusinn á að reyna að brjóta í sín og komast í milliriðlana? Jú, heldur betur. Markmið er alltaf að komast í milliriðlana, en það er alltaf bara þessi sama klísja, einn leikur í einu og byrjum á fyrsta leiknum og síðan fyrir að einbeita okkur á næsta.